Já, Gabriel, bara jafntefli í dag. Hvernig líður eftir leikinn? Það var bara, þú veist, súrt að fá ekki 3 stig en úr því sem komum var stig bara solid. Við vorum ekki góðir í fyrri hálfleik en ég held að við vinnum bara stigi og bara förum í næsta leik og einbyttum okkur honum. Þeir eru á toppnum en það á 7 leikir búnir, hvernig metur stöðuna bara? Þetta bara góð stað, auðvitað viljum við bara vera með fullt úr stiga, sko. Við getum alveg gert það með leikina sem við erum búin að spila. En við verðum bara að halda í þessa forystu og við ætlum okkur stórt í sumar og við ætlum bara að halda áfram. Erfitt að spila á móti Kormáki í dag? Já, þeir voru bara segir og þeir voru bara miklu sterkari í byrjun heldur en við og þeir voru bara búin að gefa miklu meira í þetta. En við komum okkur inn í þetta seinni hálfleik og fengum okkur 1 stig, þannig að það er bara solid. Eitthvað sem við vorum bara að búast við, erfið leiki? Já, þú veist, þeir eru bara góður, þeir eru búin að vera góður önni. Unnu stórt seinast og við vissum alveg að þetta myndi vera leikur. Og við vissum að þurftum að byrja vel, gerðum það ekki, en við unnum okkur inn í leikin. Nú eins og síðasta tímabilið spilaðu fyrir IR Keflavík, nú ertu komin í annar deildina. Finnst þér mikill munur á þessum deildum, myndirðu segja það? Ekkert svoleiðis, þú veist, þetta er bara fullt að gæða leikmönnum. Kannski leikmenn sem er að taka eins og ég, kannski smá skrefi neður til að taka 2 upp á því. En þú veist, þetta eru bara gæða leikmenn allstaðar. Þetta eru líka góður útlendingar sem komu í þessa deild sem eru bara reyndir og góðir leikmenn. Eins og sér, við erum með Einarkarl, Pablo og leikmenn sem eru bara búin að vera að vinna Íslandsmeistaratitla, þannig að þetta er bara geðveikt deild, sko. Má segja að þið líður vel hjá Haukum? Já, 100%. Þeir eru geggjaðir gæjar og mér bara líður mjög vel. En eins og að þegar þú vilt láni á Breiðabliki, lítur á framtíðina þannig að þú vilt spila fyrir Breiðablik? Já, 100%. Þú veist, ég er bara hérna til að bæta mig og ég, þú veist, veit alveg að ég get miklu betur og ég ætla bara að gera það og sýna það og ég vona bara að ég haldi áfram að bæta mig og komast á næsta stig. Myndirðu þá mæla með fyrir aðra unga leikmenn að bara skella sér þá niður, jafnvel í annarri deildina, til þess að, þú veist, fá reynsluna? 100%. Það er alltaf mikilvægt að gera þegar maður ungur leikmaður er að spila og ég taldi mig að ég myndi spila mest hér og ég vonaði bara að halda áfram og ég geti bætt mig gríðarlega mikið og spilið þá ofar vonandi seinna. Er projektið bara sannfærandi þá? 100%.